Já, komið sæl, takk fyrir. Eins og allir muna þá hófst jarðskjálftahrina á Reykjanesskaga þann 24. febrúar í fyrra sem og fljótlega átti eftir að koma í ljós var af völdum kvikuhreyfinga norðaustur af Grindavík og lauk þeirri atburðarás með því að eldgos hófst í Geldingadölum við austanvert Fagradalsfjall tæpum mánuði síðar, 19. mars. Strax við upphaf jarðhræringanna á skaganum fór að vinna hjá fornleifaskráningateymi Minjastofnunar miðað að því að afla gagna yfir minjar sem mögulega gætu orðið fyrir áhrifum af völdum þessara umbrota. Og í erindinu hér í dag ætla ég að fara aðeins yfir viðbrögð Minjastofnunar við þessari náttúruvá, fjalla helstu niðurstöðu verkefnisins og næstu skref. Nýverið gáfu út stöðuskýrslu verkefnið og þetta erindi byggir á þeirri skýrslu og hægt að lesa hana þeir sem hafa áhuga inn á heimasíðu Minjastofnunar. Ég ætla ein að flytja þetta erindi hérna í dag en Oddgeir með mér auðvitað og við vorum saman í þessu verkefni en hann flutti hér erindi fyrir áramót á málþingi til heiðurs Kristjáni Eldjárns og kynnti verkefnið þá. Þetta erindi verður kannski eitthvað aðeins keimlíkt því þannig að það verður kannski einhverjar endurtekningar en þið þurfið þá bara kannski að þola það og fyrirgefa okkur það. Já. Hann ég ætla að segja, hann náttúrulega tók það erindi þannig að það fellur á mig að flytja erindi hér í dag en svo munum við svara spurningum bæði að loknu erindi. Þá aðtöga hvort að allt sem felldu hérna inn á þessu tæknidóti svona. Já, fljótlega eftir að jarðskjálftahrinan á Reykjanesskaga hófst þá höfðum við strax samband við eldfjallafræði og náttúruvárhóp Háskóla Íslands og fengum sendar hraunrennslisspár frá þeim. Tengiliður okkar þar var Ármann Höskuldsson, rannsóknarprófessor hjá Raunvísindastofnun, sem við vorum nánast í daglegum samskiptum við og sendi hann okkur reglulega hnitsett spálíkön frá hópnum. Og út frá þessum hraunrennslisspám var hættusvæðið afmarkað hjá okkur og má sjá hér á korti. Þetta svæði sem um 327 ferkílómetrar að stærð og nær yfir land sveitarfélagsins Voga, sunnan Reykjanesbrautar og Grindavíkurbæjar austur frá Eldvörpum að Núpshlíðarhálsi og austur fyrir Húshólma. Það líka hægt að kíkja á þetta inn á vefsjáni hjá okkur undir verkefni númer 2626. Þegar búið var að skilgreina hættusvæðið þá hófst vinna hjá okkur við að fara yfir fyrirliggjandi gögn úr fornleifaskráningum sem höfðu farið fram á svæðinu sem umræddi og var markmiðið að skapa Minjastofnun nauðsynlega yfirsýn yfir fjölda og staðsetningu minja á svæðinu með það fyrir augum að geta forgangsraðað minjum með tilliti til verndunar og annarra mótvægisaðgerða. Þótt fyrirliggjandi fornleifaskráning hafi að mörgu leyti verið mjög vel unnin, þá dugðu þau gögn ekki til þess að veita fullnægjandi yfirsýn yfir minjarnar með tillit til hættu vegna eldsumbrotana. Undirbúningsvinnan sem við lögðumst í fólst fyrst sinn í því að vinna hnitaskrár upp úr gömlum skráningaskýrslum og koma þeim inn í landfræðilegt upplýsingakerfi. En einnig draga fram stakar minjar úr textaumfjöllunum stórar minjaheildir til þess að geta metið raunumfang minjastaðanna. Önnur gögn sem komu á góðum notum við þessa vinnu voru gömul kort, teikningar og loftmyndir og einnig nýttist vefsíðan ferlir.is afar vel en það búið að taka saman heilmiklar upplýsingar
sögu og staðsetningu minja á Reykjanesskaga. Eftir þessa heimildarýni var farið markvisst í gegnum þessi gögn og minjar valdar úr sem enn voru þá sýnilegar á yfirborði og þar af leiðandi hægt að afla frekari gagna á vettvangi, til dæmis með uppmælingum og flygildismyndatöku. Út frá þessari greiningu okkar stóðu eftir 170 fornleifar sem að kanna þurfti á vettvangi á þessu áhrifasvæði jarðskjálftanna og síðar eldsumbrotanna. Auk þessa þá voru gerðar könnunarrannsóknir á völdum stöðum í formi borkjarna og könnunaskurða og að lokum var þá farið í samstarf við Antikva ehf. Og NIKU í Noregi gerð þrívíddarlíkana af minjum á 3 friðlýstum minjastöðum á Reykjanesskaga. Og það var þá í svokölluðum útilegumannaminjum í Sundverðarhrauni austur af Eldvörpum, á bæjarstæðinu í Húshólma og á verminjum á Selatöngum. Fyrir vettvangsvinnuna þá þurfti skráningarteymið að vera í stöðugu sambandi við almannavarnir og viðbragðsaðila, svo sem björgunarsveitir og lögreglu, þegar kom að því að ákveða hvaða hlutar svæðisins væru kannaðir í hverri vettvangsferð. Og það er náttúrulega enda nauðsynlegt að taka tillit til hegðunar eldsumbrotanna til að tryggja öryggi starfsmanna og eins þurftum við stöðugt að fylgjast með veðri og vindum vegna gasmengunar á svæðinu og með tilliti til flygildismyndatöku. Fyrir hverja vettvangsferð þá voru nýjustu hraunflæðisspár frá jarðvísindafólki Háskóla Íslands hafðar til hliðsjónar í sama tilgangi sem og við forgangsröðun minjastaða. Einnig var notast við kort sem sýndu staðsetningu þekktra gossprunga á svæðinu og gíga. Og þið getið séð, það er þetta kort sem að vera með hérna uppi á glærunni. Þetta er eitt af því fyrsta hraunflæðisspáin sem við fengum að við minnir rétt. Þetta er frá 3. mars og hérna við notuðumst mest við þessa hraunflæðisspá af því að hún gerir sem sagt svona ráð fyrir hvað mestu tjóni eða sem sagt að hraunflæðið nær þá yfir mjög stórt svæði í þessari spá. Hraunflæðið er þetta fjólubláa og svo er þá þarna gert ráð fyrir að eldgos hefðist þarna sem að bleiki eða rauðbleiki blettirnir á kortinu. Og þetta gula eru þá friðar og friðlýstar minjar. Þarna eru reyndar líka hús og mannvirki inni og eins og sjáum það er náttúrulega alveg allt morandi þarna við Voga. En já, þetta er svona það líkan sem að við notuðum hvað mest af því að það gerði ráð fyrir svo miklu hraunflæði yfir stórt svæði. Já, en áherslan okkar var náttúrulega lögð á minjar sem voru næst eldstöðunum þegar að þá sem næst þessum rauðbleika bletti þarna. Og þar sem talið var að hraun myndi renna til sjávar í átt að Ísólfsskála á suðurströnd skagans. Af því að fornleifafræðingar hafa svo gaman að svona skífuritun, þá ákvað ég að skella einu inn. Við heimildaöflun kom fljótt í ljós að stærsti minjaflokkurinn sem að lenti innan þessa skilgreinda hættusvæðis væru selin, en við skráðum 132 fornleifar á 24 selstöðum. Þið kannski hafið í huga þegar þið skoðið þetta rit, þetta er náttúrulega bara okkar svæði og þær minjar sem að við skráðum á vettvangi. Þannig að þetta gefur ekki kannski heildarmynd af öllum minjum á svæðinu sem slíkum. En það er þarna næstu eftir Seljónum eru Býli, minjaflokkurinn Býli, en þar eru
aðalega túngarða eða aðra, garða að ræða. Þó einhverjar tóftir eru þarna inni líka óþekktar. Þriðji stærsti flokkurinn eru sjóminjar en þær tilheyra allar, eru innan landamerkja ísólfskála. Seljabúskapur var gríðarlega mikilvægur fyrir landbúnað á Reykjanesskaga sökum rýrra landkosta og vegna takmarkaðs graslendis má í sumum tilvikum finna selstöður frá nokkrum bæjum á tiltölulega litlu svæði sem hver og ein samanstendur af nokkrum mannvirkjum eins og við þekkjum flest. Það eru íveruhúsin ásamt útihúsum, garðlaugum og öðrum byggingum, svo sem vinnsluhúsum eða geymslum. Og það náttúrulega var venjan að hver bær ætti sitt sel, þótt stundum hafði þau verið samnýtt og auðvitað þá eru selin oft nefnd eftir heimabænum og kortinu höfum við gert grein fyrir þessari tengingu. Þannig að það má sjá svona hvaða bær átti hvaða sel og hvaða sel voru samnýtt. En aftur varðandi þetta, það eru náttúrulega fleiri sel á þessu svæði sem að sést hér á kortinu. En þetta er svona þau sel sem við skráðum nánar í okkar verkefni og þið bara hafið það við huga þegar þið skoðið þetta kort. Það færast, það var þarna af þeim selstöðum sem kannski voru hvað lengi svona vel talið í hættu var dalsel, en svo á einum tímapunkti þá höfðu sérfræðingar áhyggjur af hvort að nýjar gossprungur myndu opnast norðan við virka eldstöð við Fagradalsfjall, en einnig voru vangaveltur hvert hraun myndi flæða þegar það færi úr Merardölum. Það var þessi sem var á einhverju tímapunkti var verið að fjalla hvort að þessi myndi mögulega opnast þarna norðan við. Og í ljósi þessa þá höfðum við áhyggjur af tveimur selstöðum þarna austan megin og norðan megin, eða norðaustan megin. Og það eru þarna hraunsel og selsvellir. En sem betur fór ekki svo að hraunin náði náttúrulega bara aldrei þarna yfir og stoppaði bara þarna fyrir það sem að rauði flekkurinn er. Þetta er í rauninni sýnir útmörk bara hraunflæðisins eins og það er í dag. En á selsvöllum, það er svona við að minnast á þessa staði. Á selsvöllum eru selstóftir á tveimur stöðum og svo eru auk annarra rústa á svæðinu þarna á völlunum. Það er annars vegar seljarústir fast undir Selvallafjalli, þar sem eldra selið er staðsett, og svo í hraunjaðrinum suðvestast á völlunum, þar er yngra selið og má sjá á þessu korti uppmælingar. Og svona reyndum að snúa sér í loftmynd svona eins og kortið er þarna. En þetta er auðvitað bara, yngra selið. En á Selsvöllum er talið að margir bæir hafi haft þar í seli á 19. öld, en árið 1700 þá átti staður í Grindavík þetta sel. Og það má kannski ímynda sér að þá eldra selið sé selið sem að staður átti og svo síðan hafi bæst við fleiri byggingar þegar að bæir úr Grindavík og svo flyktust þarna af á 19. öld. Hér er svo hraunsel, en það er svona, það er kannski ekki eins mikið af tóftum þar, en eins og nafnið bendir til þá átti hraun í Grindavík þessa selstöðu
Talið er að þetta sé með yngstu seljum á skaganum og hefur lagst af snemma á 20. öld og á loftmyndinni má sjá hluta af þeim byggingum sem að finna við selstöðuna og slóðan sem liggur þar upp að. En Hraunssel er 3,3 kílómetra fyrir sunnan Selsvelli. Það mátti sjá ummerki eftir jarðskjálftahrinurnar á 2 stöðum. Hér er annar þeirra. Hér eru rústir við Sogasel, þar sem að 2 bæir voru með Selstöðu, Bakki og Kálfatjörn, en eitthvað var nú nefnt að Krýsuvík væri þarna í einhver tíma líka. En töluvert grjóthrun hafði orðið vegna jarðskjálftanna og eins og sjá má á þessum myndum það hefur hrunið þarna úr gígnum. Þetta er gamall gígur, þannig að hefur hrunið þarna úr og beint yfir þessa fínu rúst sem er þarna, held ég með 6 herbergjum. Já, ég nefndi það eru 2 staðir. Hinn staðurinn er, okkur fannst eins og það hefði hrunið nokkrir steinar þarna við Selatanga úr fiskibyrgjunum þar. Fljótlega eftir að eldgos hófst í Geldingadölum var talið að jörðin Ísólfsskáli og hluti jarðarinnar Hrauns væri hvað mestri hættu á að lenda undir hrauninu. Í ljósi þessa voru minjar á þessum jörðum undir sérstöku eftirliti Minjastofnunar og var ráðist í gerð könnunaskurða og kjarnaborana á nokkrum stöðum í framhaldinu. Kjarnaboranir voru gerðar í túni Ísólfsskála með það fyrir augum að kanna hvort minjar væru þar undirsverði. Könnunaskurðir voru gerðir í rúst Skálaréttar í landi Ísólfsskála, í dældir við Borgarfjallsrétt í landi Hrauns og í rústir fiskbyrgja í landi Ísólfsskála. Miðuðu þeir allir að því að aldursbyrjun á þau mannvirki sem grafið var í, en við Borgarfjallsrétt var markmiðið að athuga hvort einhverjar eldri minjar væru við réttina, en réttin sjálf er frá 20. öld og vel sýnileg á yfirborði. En þessar minjar voru taldar í mestri hættu vegna eldgossins við Fagradalsfjall út frá staðsetningu þeirra, miðað við hraunrennslisspár og síðan náttúrulega bara eftir að eldgos hófst. Og því var brýnt að rannsaka þær nánar og meta út frá niðurstöðum hvort ráðast þyrfti í frekari rannsóknir á einhverjum þeirra og þá björgunaruppgröft. Við byrjum á kjarnaboranum. Þá fóru þau fram í túni Ísólfsskála og nokkrum svæðum í túninu sem og á Bæjarhólnum. Mjög lítil ummerki fundust mannvist í borgirnunum. Í túninu var helst að sjá náttúrulegan jarðveg með stöku torfleifum og viðarkolaflekkjum. Það sem vakti þó kannski furðu eru litlar vísbendingar mannvist á sjálfum Bæjarhólnum. Í borgirnunum sem voru teknir þar mátti einungis finna örlítil ummerki mannvist í 2 þeirra og niðurstöður borgarnarannsókna benda því til þess að gamlar minjar sé ekki að finna í núverandi Bæjarhóli þó þá erum við kannski meira að tala svona elstu minjarnar frá Ísólfsskála. Það eru ritarheimildir og í túnakorti sem bendir til að bærinn hafi verið fluttur frá sjó. Það segir í athugasemdum á túnakorti sem er frá árinu 1918. Bærinn fluttur frá sjó, byggður á stofni og kálgarður árið 1916 og jörðin hafi þá verið í eyði í 3 ár. Þannig að húsin sem standa nú á Bæjarhólnum voru byggð ofan í þennan bæ sem var byggður 1916 samkvæmt túnakortinu. Hvítu línurnar ákveðum svona bæta þeim bara við. Þetta eru línur sem sýna hvar strandlengjan var árið 1999 og svo 2020 þarna. Þetta er byggt á gömlum loftmyndum og við erum að bíða eftir fleiri loftmyndum sem að sýna kannski
enn betur hvernig sjórinn hefur náð í bæinn og ef við hugsum þessa athugasemd á Túnakortinu og samkvæmt örnefnalýsingum þá náttúrulega var bærinn þarna undir fjallanum, hann þarna beint fyrir ofan. En það má kannski ímynda sér að bærinn hafi verið og það líka heimildamenn sem tala að bærinn hafi verið þó nokkur vestar. En við getum ímyndað að kannski jafnvel landkortið náttúrulega ennþá meira. Það má alveg ímynda sér að það hafi verið töluvert lengra. En þetta þarna milli línuna frá þessum 20 ár þarna. Þetta svona 7 metrar, svona meðaltali, en þetta svona frá 2 til 10 metrum á þessum 20 árum sem að sjórinn hefur brotið þarna af landinu. En það má kannski þá ímynda sér, já, að elstu minjarnar séu bara farnar í rauninni í sjóinn þarna. Og svo við sjáum aðeins af þessum byggingum frá bænum þarna frá Túnakortinu sem eru þá þarna bara rétt. Og heyra þau ekki frá mér hérna í. Sjáu þið músina inn á súminu? Já. Þannig að það má sést aðeins móta fyrir byggingum frá bænum sem var byggður þarna 1916. Bara hérna rétt. En svo eru bæjarhúsin þessi alveg ofan í þá restina af þeim minnum. Og kannski erfitt að segja til hvað leynist undir sjálfum húsunum sem eru það nú. Þá ætlum við að kíkja á Skálarétt. Skálarétt var í notkun fram yfir 1916 þegar byggður var ný rétt við Borgarfjall sem tók við hlutverki hennar. Þá Skálarétt eða hluti hennar var nýtt sem kálgarður eftir það og þegar leið á gosið og auknar líkur þóttu á að heimatún Ísólfsskála myndi lenda undir hraun var ákveðið að reyna að afla frekar upplýsinga þessa rétt og eins hvort greina mætti ummerki eldri mannvirki undir henni. Grafinn var 1 kvennaskurður, 3 sinnum 1 að stærð, þvert yfir austurvegg réttarinnar og náði hann 1 meter út frá veggnum í báðar áttir. Kom í ljós grjótlestur með jarðvegsfyllingu á milli og var nokkuð greinlegt að 2 byggingarstig var að ræða, en hlaðið hafði verið ofan á upphaflegu hleðslurnar á einhverjum tímapunkti til að hækka vegginn. Ekki sáust þó gjóskulög í skurðinum sem nýta hefði mátt til aldursgreiningar. Nokkrir gripir þar sem nokkur glerbrot, 1 keramikbrot, járnnaglar, 1 skeifa og hryggjarliður og kind fundust innan við vegginn í skurðinum. Það er nú talið að allir gripirnir séu frá 20. öld en á svipuðum slóðum þá sást þunnt brunalag sem gæti bent þess að ruslið hafi verið hent í réttartóftina og það sé brennt. Þá er komið að Borgarfjallsrétt. Borgarfjallsrétt var staðsett með GPS-punkti og skráð í fornleifaskráningu Grindavíkurbæjar árið 2004. En 4. mars fórum við og mældum réttina upp og mynduðum með flygildi. Það voru frekar snarpir skjálftar á svæðinu og fundum við vel fyrir þeim. Enda Geldingadalur handan við hornið. Og stutt í að gos hófst, má segja. Á myndinni þá sjáum við slóða þarna rétt í hægra horninu uppi sem að þið hafi kannski flest öll gengið upp að gosstöðunum. Seinna þá ákváðu að gera 2 könnaskurði í meintar tóftir eða dældir þarna innan réttarinnar og þið sjáu ekkert hér. Þeir sirka á þessu svæði hérna þið á Zoom. Þetta svona sirka, já, hérna sem svona aðeins meira
grænt svona gras og virkar svona, þessi var mjög svona óttarleg þegar við vorum að skoða. Þannig að við vildum vera vissum að það væri ekkert meira þarna á þessu svæði, einhverjar óþekktar minjar og þá eldri en réttin. Markmiðið þessara könnunaskurða var því að staðfesta að afsanna þá kenningu að mannvirki eða mannvistarleif væri að ræða, sem mögulega þá, já, eins og ég segi, eru eldri en réttin sjálf. En hún náttúrulega svolítið ung og var tekin í notkun eftir að skálarétt í landi Ísólfsskála var lögð af á fyrri hluta 20. aldar. Könnunaskurðirnir voru 1x4 metrar og 1x5 metrar stærð og dýpst var grafið á 90 cm dýpi í stærri skurðinum en niður á 70 cm í þeim minni. Það kom fljótt í ljós að þetta var nú bara mjög náttúrulegur jarðvegur þarna og sterilt þarna í botninn og þannig að niðurstaðan var að þetta væri bara náttúrulega dældir. Eins og sést hérna á myndinni þá þarna þykkt gjóskulag sem að tekin voru sýni úr, en má ætla að þetta sé úr Reykjaneseldum þá á milli 1211 til 1240. Töluvert átti eftir að skrá af sjóminjum í landi Ísólfsskála, en þar að finna fjölmörg fisk- eða herslubyrgi og herslugarða suðaustur af núverandi bæjarstæði í Skollahrauni. Hraunið talið vera allt að 1900 til 2400 ára gamalt og eru byrgin og garðarnir hlaðnir upp með hraungrýti. Þarna hefur fiskurinn verið hengdur upp í byrgjum eða lagður á herslugarða til þurrkunar þegar veður leyfði. Herslubyrgi almennt eru yfirleitt höfð með gisnum hleðslum til að vindur geti leikið fiskinn sem þar hékk. Hraungrjótið í hraunbreiðunni sem umlykur Ísólfsskála hefur því verið tilvalinn efniviður fyrir byrgin sem á garðana, þar sem grjótið gefur mikla möguleika á góðri loftun. Stór hluti, eins og ég sagði, var þessar sjóminja innan jarðarinnar höfðu ekki verið skráðar við aðalskráningu í Grindavík á árunum 2002 til 2004. Lítið af heimildum til kannski þessar tilteknu minjar en í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns kemur þó fram að heimræði hafi verið á jörðinni og að landeigandinn, Skálholtsstóll, hafi gert þaðan út eitt skip og tekið fram að það hafi verið aftaringur. Og að sjóbúð í eigu stólsins hafi verið á lóð jarðarinnar, sem nýtt hafi verið þá á áhöfn stólsins, áhöfn þessa áttarings á vertíðinni. Þar kemur reyndar líka fram að sjóbúðin eða sjómannabúðin hafi verið byggð í tíð Brynjólfs Sveinssonar biskups sem var þarna á árunum 1639 til 1674. En fyrr hafi ekki verið útgerð á vegum stólsins á Ísólfsskála. Einnig nefnt í jarðabókinni að ábúandinn hafi sjálfur gert út eitt skip, en stærð þess þó ekki neitt rætt nánar. Sjóbúðin sem sagt núna samkvæmt einum eiganda jarðarinnar horfin undir malafyllingu í heimreiðinni. En við sáum kannski í rauninni ekkert í hana þarna þegar við fórum á staðinn. Það kannski vert að taka fram að það ekki heldur fjallað verðminjar á Ísólfsskála í riti Lúðvíks Kristjánssonar Íslenskir sjávarhættir sem tekur sérstaklega fyrir verstöðar. Þar Grindavík merkt á korti sem blönduverstöð og austur með suðurströndinni næsta stöð Selatangar og hún skráð sem útstöð. Hann tekur nú fram í þessu einhver heimver og en greinilega hefur Ísólfsskáli ekki náð uppfyllt einhver skilyrði til þess að vera nefndur þar á nafn. Ákveðið var sem sagt að grafa í 2 fiskbyrgi á Ísólfsskála í þeim tilgangi
að aldursgreina þessi byrgi. Grjóthrun var fjarlægt úr fiskbyrgjunum tveimur og í öðru þeirra kom í ljós flatar steinhellur sem hafa sennilegast verið hluti bara af frá gólfinu. Þegar grjóthrunið og steinhellurnar höfðu verið fjarlægðar var komið niður á sendið jarðlag sem innihélt dökka og grófa gjósku sem má ætla sé þá úr Reykjaneseldum 1200, á bilinu 1211 til 1240. Við tókum sýni úr þessum meintu gjóskulögum og það hefur verið leitað til gjóskulaga sérfræðings til þess að fá greiningu, ef það er hægt. En það var nú kannski ekki mikið að finna, þannig að vorum vonast til þess að finna kannski einhverja gripi sem að gætu sagt okkur eitthvað til aldurinn, en það var því miður ekki svo og fundum við bara örfá fiski og fuglabein og kannski svona svolítið óljóst hvort að eitthvað af þeim var in situ og voru svolítið svona laus á milli í grjótinu. En það er svona kannski verið að, við erum ekki alveg búin að taka ákvörðun hvort að við sendum þau í C14 greiningu af því að þetta er náttúrulega bæði fiskibein og sjávarfuglar, þannig að það gæti gefið ónákvæma aldursgreiningu. Myndin er tekin úr byrgi 147 og það er horft í átt að byrgi 62 þar sem Sam Monsen, sumarstarfsmaður stendur, hún er nú hér en hún stendur þá sem í hinu byrginu og það er þið sjáið Ísólfsskála þarna í baksýn. Niðurstöður úr þessum könnunarrannsóknum leiddu í ljós að engar frekari mótvægisaðgerða væri þörf á þessu stigi málsins, en þegar síðustu könnunarspurnir voru framkvæmdir fór fljótlega að róast bara við gosstöðvarnar og ljóst að Ísólfsskáli myndi ekki fara undir hraun, á minnsta kosti ekki í þetta sinn. Sjómín sem liggja við suðurströndina, suðaustan við bæinn, hafa þá ekki ennþá verið aldursgreindar út frá fornleifafræðilegum aðferðum, en út frá svona rituðum heimildum þar sem við höfum lesið og staðsetningu mannvirkjanna í landslaginu og gerð þeirra er sennilegt að staðurinn hafi verið í notkun einhvern tímann á tímabilinu miðja 17. öld til 19. öld, en það er þó ekki útilokað að þær gætu verið eldri. Það er ekki að finna neina verbúðir á svæðinu og má ætla að þarna hafi einungis verið heimver líkt og greintir frá jarðabókinni, en sjómenn á vegum biskupsstólsins höfðust við í Skálholtsbúð og eins og ég sagði áðan þá er þessi sjóbúð horfin undir heimreið. Og eins og ég myndist áðan líka að þá elsti bæjarhóll Ísólfsskála er sennilega farin í sjóinn líkt og heimildir benda til ásamt borkjarnarannsóknum í túninu. Já, að lokum þá voru þarna 2 friðlýstir staðir á hættusvæðinu. Það er þá Húshólmi og Selatangar, þeir voru taldir í hættu á einhverjum stigum eldgossins, en Selatangar eru jafnframt staðsettir við sjó og því í stöðugri hættu af völdum ágangs sjávar. Ákveðið var ráðist í gerð þrívíddarlíkana á þessum stöðum, auk einum stað til viðbótar í útilegumannabyrgjunum í Sundvörðuhrauni austur á Eldvörpum. Þessi staðir voru valdir þar sem að þeir eru allir friðlýstir og taldir einstakir fyrir ýmsar sakir. Á Selatöngum eru til að mynda heilstæðar verðminjar, meðal annars fiskbyrgi, verbúðir, vinnsluhús og hesthús sem eru vitnisburður sjómennsku og líf vermanna fyrir öldum. Í Húshólma er fornt bæjarstæði frá landnámsöld, en þar eru meðal annars að finna skála, útihús, garðlög og mögulega kirkjurúst. Rústirnar eru umvafðar hrauni sem rann á 12. öld og nefnist Ögmundarhraun. Húshólmi er talinn einstakur minjastaður vegna þessa samspils menningarminja og náttúru. En minjarnar í Sundvörðuhrauni eru taldar tengjast veru útilegumanna, eins og ég segi, það er þarna útilegumanna byrgið, en svæðið einkennist af smáum grjóthlönnum byggingum og refagildrum.
nú ætla ég að reyna að sýna ykkur þessi allavega hluta af þessum módelum sem að við gerðum í samstarfi við Antigua og Niku og ég ætla svona að reyna að þið verða að gefa mér smá stund. Það er gott að standa sig í tækninni hérna, byttunum við. Nú þarf ég að deila einhverju fyrir Zoom-liðið. Já, hvar eru þið? Þarna er þetta að gerast. Og hvað er músin mín? Hún er hér. Já, við sérst hérna ákvaðum að gera þrívíddarmódel á þessum þremur friðlýstu minjastöðum sem voru þarna innan og í grennd við hættusvæði sem við skilgrindum. Þetta voru 10 módel sem gerðum og ég ætla bara svona kannski að sýna ykkur hluta af þeim. Þetta er inn á Sketchfab síðunni okkar. Þannig að þið þurfum að fara hérna inn á Sketchfab og finna okkur þar. Eða Niku, þetta er náttúrulega líka hjá þeim. Já, spurning þetta sýna ykkur til dæmis hérna. Hvernig fer þetta svona? Já. Hérna er eitt af fiskbyrgjunum við Selatanga. Og þetta er svona eitt af þessum minni módelum. Við gerðum 3 stór módel og svo 7 minni. Já. Músin hérna er ekki að vinna með mér. En það er náttúrulega hægt að Það var alveg hægt að nota bara skrolltakkan úr henni. En svona tilgangurinn náttúrulega með þessu er auðvitað líka að miðla þessum friðlýstu minjastöðum til almennings og það sem að þessir staðir eiga líka sameiginlegt er að þeir eru bara alls ekki aðgengilegir fyrir fólk sem er með hreyfihömlun eða á erfitt með gang, það er ekki hlaupið að því að komast á þessa staði. Og þá er þetta svona kannski kemst næst í að vera á staðnum að fá smá svona að fikta í þessum módelum og svona nota tæknina með því að svona kynna sér svæðið. Undir hverju módeli er líka texti á íslensku og ensku, þannig að það er á að vera alveg ljóst hvað þú ert að horfa á hverju sinni. En svona þetta er nú svona aðferð sem að við, já, þetta er rútið.
Það mjög gott að vera í mjög góðri tölvu með góða mús. Það skiptir mjög miklu máli. Já, að geta farið nær, sko, það bara, þetta ekki alveg að, en allavega, þið svona getið kannski bara farið heim og skoða þetta eftir erindið, æsir spennandi. Og hérna útilegumannabyrgin mjög áhugaverður staður, það er náttúrulega bara mjög falinn og ekki alfara leið. En þetta svona kannski aðferðafræði sem við myndum vilja halda áfram með varðandi friðlýsta minjastaði bara á landinu og þetta tókst bara mjög vel og var rosa gott samstarf með NIKU í þessu. Já, ég ætla ekki að vera að rasa við þetta lengur. Það er þá spurning hvað ég gerir næst hérna við Zoom-ið. Ekki allir þolinmóðir. Þetta var að vill ekki opnast til þetta. Finnum við eitthvað á þetta view. Opna Zoom, sko. Það er ekki opna. Það er ekki stefnum. En ég veit ekki þessu. Þarna er náttúrulega þessi. Hann er hérna á stóra staðan. Sér með hvað það er. Hvað er hérna? Stoppsjúr. Ok. Svo ætlum við að reyna að fara aftur í PowerPoint-ið. Nei, þetta. Er þetta komið? Já. Þarna erum við að bóra með dróna og þrífætur og myndavélar og trimble-tæki til þess að fara að gera þessi þrívíddarmódel þarna við útilegumannabyrgin. Þetta er mynd frá því góða ferðalagi. Nú sé ég ekki PowerPoint-ið hérna á skjánum, allt í lagi. Þetta er þetta. Afsakið þetta. Í raun má líta á fornleifaskráningu sem ákveðið varðveisluform í minjavernd. Það sem hún felur í sér hraðvirka þekkingaröflun minjastaði sem í sumum tilvikum er ekki hægt að bjarga frá aðsteðjandi hættu eins og til dæmis vegna eldsumbrota, ágangs sjávar eða skriðufalla. Fornleifaskráning skapar minjaverndaryfirvöldum auk þess mikilvæga yfirsýn sem er nauðsynleg forsenda ákvarðanatöku mótvægisaðgerðir vegna minja í hættu, hvort sé að ræða beinar aðgerðir til varnar fornleifunum eða svo sem gerð varnargarða eða
frekari gagnaöflunar, til dæmis í formi uppgraftar. Það fer ekki á milli mála að fornleifaskráningin sem að sveitarfélagið Vogar og Grindavíkurbær höfðu látið vinna flýtti fyrir undirbúningi verkefnisins. Aðgengi að gögnum yfir staðsetningu minja hefði þó náttúrulega mátt vera betra þar sem að þau voru eingöngu að finna í skráningarskýrslunum en ekki á stafrænu formi. Skilvirkast hefði verið að geta varpað slíkum upplýsingum beint inn á kort í landupplýsingakerfi sem hefði náttúrulega verið ákjósanlegt, sérstaklega fyrir verkefni af þessu tagi þar sem að tími var dýrmætur og ekki hægt að segja til hvort eða hvar kvika myndi brjótast upp á yfirborð. Eldgosið sem hófst í Geldingadölum að kvöldi 19. mars og stóð yfir í hálft ár náði ekki að eyðileggja neina fornminjar, svo vitað sé, en lengi voru þó fjölmargir minjastaðir í hættu á einhverjum stigum málsins og hef ég nefnt nokkra þeirra hér í dag. Hins vegar ollu jarðskjálftar í aðdraganda gossins tjóni á minjum en það telst svona varla til tíðinda svona miðað við hvernig hefði getað farið. En vísindamenn telja þó að gosið á síðasta ári geti verið upphafið að nýju gostímabili á Reykjanesskaga og ef svo reynist vera nokkuð ljóst að minjar á skaganum munu áfram vera í mikilli hættu vegna eldsumbrotanna. Auk þess eru fjölmargar minjar við strandlínuna sem eru að brotna í sjó. Næstu skref í þessu verkefni að ljúka við úrvinnslu gagna og fornleifaskráningu og könnunarrannsókna sem að munu öllu líkindum koma út í formi skráningarskýrslna og uppgraftarskýrslna og eða á vefsján okkar. Efst í huga núna þó að útbúa áætlun fyrir svæðið sem var skilgreint sem hættusvæði á síðasta ári og númer 1 í þeirri áætlun að leggja til að gerðar verði rannsóknir á Seljónum sem þar að finna á grasbölum innan úfirhraun og á milli fjallahryggja. Á öllum Reykjanesskaga talið að sé 400 selstöður en seljabúskapur hefur verið grunnforsenda landbúnaðar á þessu svæði eins og ég kom aðeins inn á áðan en þess fyrir utan hafa ekki mörg sel verið rannsökuð með uppgrefti á Íslandi. Þannig að hugmyndir okkar vernd minjastaða á hættusvæðinu eru því í formi frekari rannsókna og gagnaöflunar, ekki varnargarða, enda reyndist þannig á síðasta ári þegar var reynt að beina hraunflæði í aðrar áttir með gerð slíkra garða. Þeir entust held ég í nokkra klukkstundir. Þannig að það er ekki kannski í boði þar á þessu svæði að útbúa einhverja varnargarða. Annar liður í næstu skrefum hjá okkur að taka út fleiri svæði á Reykjanesskaga með þessum aðferðum sem að við notuðum við þetta verkefni og þar sem ný hættusvæði verða valin út frá staðsetningu gossprungna og eldfjallakerfa á skaganum. Í þessu átaksverkefni á síðasta ári var reynt að ná sem mestum upplýsingum minjar á sem stystum tíma. Skipulag og skipting verkþátta á milli starfsmanna gekk bara mjög vel en lykilatriði var að við vorum mjög mörg að sinna þessu verkefni, oftast 4 en stundum 6 þegar farið var í vettvangsvinnu. Svo bættust einnig við sumarstarfsmenn sem að unnu tíma á stofnuninni og unnu þá við að hnitsetja minjar upp úr eldri skráningarskýrslum og tóku þátt í vettvangsvinnu. Minjastaðir eru í hættu all land af völdum ýmissa annarra náttúruafla eins og við vitum, svo sem landbrots, uppblásturs og skriðufalla. Á mörgum þessara svæða hefur ekki farið fram nein fornleifaskráning og ástand minja víða óþekkt. Það því okkar von að hægt sé að fara í sams konar átak á öðrum stöðum á landinu líkt og gert var á Reykjanesskaga í fyrra með þeim mannafla sem fylgdi og því verklagi sem ég hef lýst hér í dag. Hvernig sem skipting verkþátta verður útfært þá verður samstarf og samráð aukið við almannavarnir, sérfræðinga og aðra hagsmunaaðila.
Þetta verkefni fékk sérstaka fjárveitingu á síðasta ári vegna aðstæðna, líkt og gerst hefur áður þegar hættu stafar af ákveðnum minjum eða minjaflokkum. Hins vegar því miður ekkert í hendi hvað varðar fjármagn fyrir framhaldinu. Það mikilvægt að minjavörslan geti brugðist hratt við hvers kyns náttúruvá, hvort sem kemur óvænt í heimsókn eða reglulega eftir ástæðum. Takk fyrir mig. Jæja, Oddgeir, þá komið að þínu hlutverki, nú þá koma hérna upp.